Herri, við ætlum að halda, í staðan fyrir að fara aðeins inn í verkefni 4, þá ætlum ég bara að gefa ykkur kynning á því á eftir, en við munum taka í raun bara eiginlega allan næsta mánudagsfyrirlestur í að gera eins og ég er að fara að gera núna. Þannig ég held að þetta sé best, og ég er að muna það líka frá því fyrra og hitti fyrra, að þetta er best að gera þetta svona. Ég hjálpa ykkur við verkefni sem liggur fyrir á mánudeginum, í staðan fyrir að fara að rugla ykkur með því sem er fyrir næstu viku. Þannig að, nú erum við komið með eitthvað hérna og við erum með eitthvað hérna. Ég var reyndar að hjálpa einu nemenda hérna tökum það út og förum í þetta hérna, gerum okkur pláss, slökkum og gerum eitthvað hérna. Er þetta ennþá læsilegt? Ok. Og þá segi ég aftur, sko, þú veist, ég er með stærri skjá heima og svo með lappan, þú veist, á standi, þannig að ég er yfirleitt með þú veist, documentation eða þú veist, Spotify eða eitthvað á laptop á skjánum. Svo er ég með vafra og ritilinn hér og yfirleitt er ég með þetta svona hlið við hlið þar sem ég er að vinna í, og yfirleitt er ég líka með opið DevTools. En bara út af því að það er svo lítið pláss þar sem blessaða skjávarpa, þá loka þessu. En aftur, hvet ykkur til þess að finna, þú veist, ykkar setup, hvað ykkur finnst gott, prófa ykkur áfram. Af því að það er ótrúlega margar leiðir til þess að, þú veist, vinna sem forritari. En ég ætla að hafa þetta hérna því ég ætla bara að laga þessa hérna, þennan bug sem við byggum til viljandi, og fara hér og vista þetta og við erum hér. Ok, cool. Sjá, tökum jafnvel hérna, VAF 3, fyrirmynd. Í hverju viljið vinna? Fjólblá bakgrunnin hérna. Ok, við getum farið yfir það hvað það er hérna. Þannig hérna í header, þá erum við búin að segja, tökum þetta bara allt út. Þannig að eiga þennan lit, setjum við bara hérna í comment. Ef ég með þetta svona, og bara sama hérna, þá eru þessi hlutir, og jafnvel meira hérna, bara fjarlægja meira allt, þá eru þessi hlutir allir í eðlilegu flæði. Þá er þetta hérna, þessi header hér, hann fær sjálfgefið display block, inn í nav, UL, display block, display list item, sem er sértækt display fyrir list item, en haga sér eins og display block, þar sem við sjáum að þau taka öll eins mikið pláss og þau geta, lárétt. Og svo inn í main er display block, inn í main, p display block, img er ekki með skilgreint, af því að það er replaced, eða það er embed, sem því að það kemur inn og það kemur sjálfgefið inn bara sem það sem það er. Og við höfum hérna eina reglu til þess að láta það haga sér aðeins betur. Þannig að við segjum hérna, allar myndir mega aldrei verða stærri en foreldri sitt. Það mega aldrei gera það sem er að gerast hér. Að myndin er bara að koma inn og hún er bara að segja, hæ, ég er mætt, ég tek bara alltaf pláss sem myndin er í raun og veru. Af því að myndir, þegar maður vinnur með þær, hafa einhver ákveðna breidd og einhver ákveðna hæð. Hér er hún bara birt með þeirri breidd og þeirri hæð. En með því að setja þessa hérna reglu, allar myndir, öll img, með aldrei vera með meiri breidd en 100%, þýðir að hún mun aldrei verða stærri á breiddina en plássið sem foreldri hennar veitir. Hæðin er síðan reiknuð út frá aspect ratio-nu á myndinni og er þá í raun bara helst í hendur við það að aukin breidd, aukin hæð í réttum hlutföllum. Ok, skiljiði hvað er að gerast hérna með þetta eðlilega flæði.
ok? Ef ég set núna hérna stjörnuselektor sem segir bara öll element, display inline, hvað mun gerast? Þetta er universal selektorinn, það er stjarna, hann er sér típa af selektor. Þannig að hann mun láta öll líklegast sem ekki eru með sitt eigið display eigindi fá display inline, en hvað gerir display inline? Display block lætur hluti taka eins mikið lárétt pláss og þau geta. Display inline segir, heyrðu, þú ert inline, þú ert í línu. Þannig að þá kemur bara næsta element og raðast bara við hliðina á því. Þetta er bara eins og við erum að hugsa bara orð. Orð eru display inline. Strong, ahref, emphasis. Öll þessi element sem við setjum inn í texta og textin brotnar ekki nýja línu. Hann bara helst áfram að raðast orð fyrir orð fyrir orð. Þannig að ef ég gerir þetta, þá segi ég öllum elementum á síðunni að haga sér þannig. Sem þýðir að þau munum bara raðast hlið við hlið við hlið við hlið við hlið, búa til nýja línu þegar plássið er búið, hlið við hlið við hlið við hlið og verða eitthvað funky. Þannig þá sjáum við hérna eitthvað er þetta með hérna display none, nei hérna eitthvað. En þá kemur bara þetta í röð, í röð, í röð, í röð, í röð og einhver hluta vegna er þessi hérna með tekur hann meira pláss. Þetta er svo kjánlegt dæmi, ég ætla ekki einu svona að debugga af hverju það er. En við sjáum hérna, spil, við segjum alls konar spil, skóróleið, viðbörði, búm, 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 allt í línu, 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 línu. Þannig að þetta fer bara allt í línu. Display block, þá fá elementin sem eru display block, þau raðast lóðrétt, en hérna, svolítið hér erum við með texta og svo hérna við erum með P og inn í P-inu erum við með texta og svo erum við með ahref. Ahref er hérna display inline, þannig að þetta raðast hérna. Ef við setjum display block, þá fer það að haga sér eins og hinn hann elementin, að það tekur eins mikið lárétt pláss og það getur. Ok, reloadum hérna þannig að þetta sé allt bara eins og við viljum hafa það og förum í þetta sem við vorum að tala um áðan, að gera bakgrunninn á þessu. Það eru nokkrar leiðir til þess að vinna CSS. Mér persónulega finnst best að vinna bara efst og vinna mig niður. Þannig ég ætla bara að byrja á headernum og ég ætla bara að láta headerinn líta rétt út, svo ætla ég að gera navigationið, svo ætla ég að gera mainmálið, svo ætla ég að gera footerinn. Svo segir ég kannski, mainmálið, það er mikið að vera þar, ég ætla að sleppa því og ég ætla að taka mainmálið sérstaklega frá toppi og niður fyrir hverja síðu fyrir sig. Þannig að þá segir við hérna, ok, hérna átti að vera eitthvað background color og það var akkurat þessi. Vista, ég fæ background color á allt elementið. Nema marginið af því. Þegar margin er utan efnisins eins og skilgrandi er í box-módulinu. Þannig ef við setjum margin 1 rem og sjáum við að það kemur pláss sem er gult út af því að gulur litur undir. Ef við setjum padding þá er það inni. Þannig þarna er þetta að fara að líta rétt út. Nú þarf ég bara að lokum að miðja textan. Hvernig ger ég það? Ekki align, það er fyrir framann, text align, center. Og þá getur ég líka gert right. Þá fer það reyndar hérna úti út af því að núna er miklu meira pláss á síðunni út af því að myndin er að búa til miklu meira pláss. Þannig hérna er dæmið það að ég er búinn að búa óvart til vertical scroll, lárétt scroll, sem er út af því að eitthvað element er að búa til meira vertical pláss sem við viljum. Þannig ég ætla að fara og laga það með því að setja max-widthið ætti nú að vera komið inn hvað. Já, ég var með þetta zoomað. Ok, svona. Þess vegna var þetta bildað. Ok. Við ætlum að hafa það center. Alveg eins hérna. Nema það bætist við þetta að setja border bottom. Þá er það border bottom að vera 4 pixlar, solid, af þessum dekk fjólubláa lit. Ok. Inspektum það. Þá getum við farið að leika okkur aðeins og sjá
hvað getum við gert hérna? Solid, við getum gert dotted, þá verður þetta svona punktar. Við getum haft þetta dashed, þá verður þetta svona línur. Þannig að það eru alls konar eigindi til þess að eiga við, til þess að gera alls konar skemmtilegt í CSS. En við ætlum að hafa þetta solid. Ok, svo erum við með þetta hérna nav. Og við ætlum að byrja á því að segja bara list style none. Svo ætlum við að taka þetta hérna út. Ok, þá fór punkturinn fyrir framann. Svo ætlum við að fyrir hvert einasta list item ætlum að segja inline block. Display inline block. Þannig að það haga sér eins og inline, nema það má líka taka á sig margin eigindin. Inline element með ekki taka á sig margin og það með ekki taka á sig width. Ok. Síðan setjum ég hérna text align center og út af því að þetta er inline, þá mun það raðast eins og þetta sé texti og raðast í miðjuna. Svo ætlum ég að setja margin right, þessi búið bara til smá pláss og þá sjáum við erum allt í einu komið með einhverja valmynd hérna sem að raðast í línu. Svo er hérna smá ójafnvægi í þessu út af því að seinasta elementið er líka með margin right hérna, þannig að það sést kannski ekkert rosalega vel, en þið sjáum svona föl appelsínu gulan hérna við hliðina á það sem stendur 127,09 sinnum 18 sem er þetta margin og það kemur inn sem pláss sem er reiknað sem gerir ójafnvægi í þessu, þannig að þetta er aðeins svo langt til vinstri. Þannig að ef við fjarlægjum þetta og segjum taktu fyrir nav, fyrir ul, fyrir li, fyrir seinasta barnið af liðunum, settum margin right 0. Svo það hnikaðist aðeins til. Þetta er ekki það sem ég ætla að gera. Hnikaðist aðeins til. Ok. Svo erum við með fótinn alveg eins, nema hérna viljum við gera eitthvað meira. Við viljum kannski gefa okkur aðeins meira pláss. Hvert section er display inline block. Ok, ef við viljum að þau miðjist hérna, hvað getum við gert þá? Sama trikk og við notum hér. Text align center, en hvar? Það er annarkvort hér eða hér. Footer. Þá jafnast það hérna. Ef við höfum sett það hér og getum gert bæði svo sem, þá er það hérna, en þá röðum við textunum inn í þessum elementum í miðjunni. Þannig hérna er svona munurinn á því að eiga við foreldrið eða eiga við barnið. Af því að þegar við segjum þetta hérna, þá er þetta ekki regla sem erfist inn í börnin. Þannig að þó svo ég segi foreldrinu að vera text align center, þá þýðir það ekki, jú það þýðir það reyndar, það er vitlaust hjá mér, það þýðir það líka að þetta sé, það erfist inn í börnin. Þannig að ég get sagt hérna text align left og þá er ég búinn að raða þessu með foreldrunum en laga það fyrir börnin. Nú man ég ekki nákvæmlega hvernig, við vorum reynda með það bara hérna. Þannig að hérna ætlum við bara að taka þetta, hafa þetta svona og við ætlum að setja fade letrun og meira hérna milli opnatímans. Ok. Svo er þetta hérna, út af því að við erum ekki að nota flexbox, þá sotum við eitthvað hérna, af því annars alignast þetta neðst í boxinu, í staðan fyrir að vera vertically aligned við toppin. Þetta er gamalt syntax sem virkar ennþá, en er í dag yfirleitt alltaf leyst með flexbox. Þannig að partur af verkefni 4 verður að refactora þetta yfir að nota flexbox. Það er að segja, skrifa þetta, taka þetta í burtu og nota flexbox í staðinn. Ok, tökum þetta í burtu. Hvernig losnum við þessa punkta hérna?
list style, ok, það eigindi sem við viljum til þess að fjarlæga punktana. Hvað viljum við targeta með list style til þess að fjarlæga þetta? Já, við viljum í raun fá list style none. Það segir fjarlæga alla punkta, en ég þarf að setja þetta inn í einhvern selektor. Hvernig ætti selektorinn að vera? UL, ok. Akkurat, af því þarna getum við lent í vandræðum ef við gerum svona breiðan selektor. Af því þessi selektor segir bara öll UL elementin á síðunni. Ef við segjum footer UL, þá það eingöngu UL element sem eru undir footer sem fá þessa skilgreiningu. Og svona kannski sem íktara dæmi. Svona versus svona. Ekki þetta, út af því að þessi hérna selektor sértækari. Hann targetar meira. Hann hefur hærra specificity og hann velur nákvæmara element. Ok. Síðan þetta hérna description listi, DL. Dagarnir eru termið, eða DT, description term, og skilgreiningin á það hvað það þýðir DD, description eða eitthvað, mann hvað ok, allavega footer, DL, getum við valið þennan, DT, getum við gert font, weight, bold, og sjáum við að það komið bold, en hvar við að setja margin bottom ef við ætlum að búa til pláss hérna fyrir neðan. Ef við skoðum þetta hérna, það er gott að hafa þetta svona opið, þá getum við fara að skoða hérna, ok, DT, hvað segir ég? Akkurat, þegar við myndum gera þetta svona, þá verður þetta mjög ólæsilegt og erfitt að túlka þetta. Og þá þurfum við að skrifa allan selektorinn aftur út og gera þetta svona. En við munum samt sjá, það komið núna í CSS leið til þess að reyna nesta reglur. En við skoðum þær seinna. Hægt að gera minna en einn rem, að gera hálft? Hálft bil, já. Þá þetta hérna, rem einingin, því relativt EM, sem því horfðu alveg efst í skjalið og notaði það sem grunninn. Ekki notaði seinasta fontsize sem var. Af því að segjum sem svo að ég myndi segja footer UL hérna, font size 100 pixlar. Ok, þetta verður alltaf einn rosalega stór texti hérna. En ef ég set þá EM, þá þetta sést það ekki út af því að þetta fer í einhverja kuku hérna, þá horfir þessi, já þetta vittlaust, ég ætla ekki að gera þetta svona, ég ætla að gera þetta svona, þá fáum við núna bilið hérna á milli, eru 100 pixlar alltaf á milli, út af því að EM horfir á seinasta font size upp tréð. Ef við setjum rem, þá sleppur það yfir að horfa á seinasta og horfir alltaf bara hvað root EM-ið. Þá sjáum við, þá eru bilið hérna út frá því, en ekki út frá þessu hérna. Þetta síðan hlutfallsleg stærð. Þannig að ég get bara sagt hérna, þetta bara, geði mér 1 svoleiðis. Ég get líka sagt bara, geði mér hálft svoleiðis. Eða geði mér 25 svoleiðis. Eða geði mér 2,5. Þannig að þarna getum við bara átt við þetta. Þetta í raun bara margfaldað eins og bara við ættum að, þetta eitthvað breyta. Síðan gætum við líka sagt, heyrðu, ok, ég vil hafa 1 rem, en svo vil ég líka einhverju hluti vegna hafa 10 pixla líka, af því að það bara skiptir mér máli. Þá get ég notað kalkfallið og þá get ég lagt saman fasta pixlastærð og hlutfallslega remstærð. Og þá finnum við bara vafrinn út úr því, að því partur af því að reikna þetta cascade að finna út úr því hvað síðan alltaf pixla gildið, af því að
vafrinn þarf alltaf að reikna pixlagildi til þess að geta teiknað eitthvað á skjáinn. Það er þá bara reiknað á þessu, það útreiknað gildi lagt við 10 pixla. Þannig að kalk er eitthvað sem við notum stundum þegar við erum að nota síðan CSS Custom Properties sem við förum nánar yfir í næsta tíma. Ok, þetta lítur svona allt í lagi fyrir þetta. Við ættum hugsalega að gera hérna footer, H2, margin, bottom, 1 rem líka. Svo ættum við hugsalega að setja á footerinn sjálfan, padding, 1 rem. Og sjáum við fáum aðeins meiri loftun hérna utan þetta. Samanskapi, ef þetta væri mun minna, þá sjáum við hérna að ég geti sett þannig að þriðjudagurinn hérna fer alveg upp í vafran, sem er yfirleitt ekki gott. Við viljum yfirleitt hafa svona smá andrými á milli viewportsins og efnisins okkar. Þá getum við gert með að setja padding þarna á footerinn og þá er alltaf tryggt að það er að minnstakosti 1 rem sem er í okkar tilfelli 16 pixlar sem myndast hérna og hérna. Síðan sér vafrinn bara þetta. Þegar CSS er svona constraint-based forritunar/lýsingarmál á því hvernig við viljum að útlitið okkar líti út. Við segjum bara eitthvað, hei, ég myndi vilja að þetta líti svona út. Og vafrinn fer og segir, ok, ég ætla að reyna að láta það ganga út frá öllum constraintunum sem eru stærðin á glugganum, reglurnar og reglurnar á elementunum í kring. Hvað viljum við gera næst? Textagerðin, þetta er leturgerðin. Já. Þá erum við komin hérna. Ég var að byrja að nota geggjaða letrið eða boring open sans letrið. Eða bara bæði. Gerum bara bæði. Þannig að ég er núna með hérna í körfinu minni Matemasi og ég ætla að sækja líka Open Sans. Ég ætla að sækja Open Sans variable útgáfuna. En leturgerðir voru yfirleitt þannig að þær voru bara skilgreindaðar þannig að þú sóttir eina leturgerð og þú gast bara fengið þessa leturgerð eins og hún lítur út svona og þú gast stækkað hana eða minnkað hana. Svo ef þú vildir fá hana feitletraða, þá sóttir aðra leturgerð þar sem hún var feitletruð og þú gast stækkað hana og minnkað hana. Viltu fá hana feitletraða og skáletraða, þá þarf þetta að sækja feitletruð skáletruð útgáfuna. Og viltu bara skáletraða, þú veist, margar tegundir af leturgerðum bara til þess að geta fengið hugsalega einu sinni feitletruðu og einu sinni skáletruðu. Nú er búið að breyta þessu og búið til nýja tækni sem heitir variable fonts sem kóðar allar þessar upplýsingar bara í eina leturgerð. En það þýðir samt ekki að alla leturgerðir styðja þetta. Hérna höfum við þetta samt variable útgáfu af Open Sans og þá getum við átt við hana hérna og við getum verið með hana light og upp í extra bold. Yfirleitt er þykkt leturgerðar reiknuð í tölu frá 100 upp í 999. Þannig hérna er light á ákveðnu, þá sjáum við að það er minna blek í henni og extra bold þá er meira. Hver stafur fær meira af pixlum, bleki til þess að birta sig. Og svo getur ég bara sagt, gera þetta líka í italic eða ekki. Ok, en við ætlum að sækja þennan. Við ætlum að sækja á alla. Svo fyrir við hérna í see how to use. Já, ok. Self-hosting web fonts. Ok. Ég er nú svolítið bara að sjá hversu gott documentation er hjá þeim. Hérna er farið alveg svona deep dive í það hvað er að hlaða inn leturgerðum. Eins og til dæmis hvað gerist ef þú ert búin að vísa í leturgerð en þú ert að nota netið og ert einhvers staðar á hotströndum og það er sama ekkert net. Áttu þá að bíða eftir því að teikna síðuna með letri út af því að það næst ekki í leturgerðina. Er það ekki frekar sökk í fail case? Er ekki betra að byrja að teikna þetta með þeim leturgerðum sem eru til staðar á tækinu og síðan hugsalega skipta út
ef við náum í leturgerðina á endanlegum tíma eða hugsalega bara ekki. Og við getum stýrt þessu öllu með því að nota font display eigindið sem er annað hvort auto, swap, fallback eða optional. Við getum gert alls konar. Eiginlega allt í CSS er þannig að þið getur farið alveg mjög mikið á dýptina til að skoða hvernig það hafa sér. En það sem við viljum finna er bara einhver kóði hérna til þess að sett inn leturgerðina, þetta er allt hérna. Við viljum nota þetta hérna. Við þurfum að fara finna þetta. Hér er Open Sans, hérna fáum við sem sagt italic og ekki italic. Þannig að við getum valið hvort við viljum. Við ætlum ekkert að nota italic, þannig að við ætlum bara að velja þá útgáfu. Ég ætla að fara hérna. Ég ætla að búið til nýja fonts. Draga hann hingað. Hvað sér þau? Getið alveg gert það. Má alveg fara rauk fyrir því. Skiptir ekki öllu. Þannig núna erum við búin að sækja þetta. Þetta eru sem sagt binary gögn. Það er að segja, þetta eru gögn sem er ekki texti. Það eru kóðuð bara sem binary. Þetta er bara 1 og 0 og eitthvað. Bara eitthvað sem að, þarf að þjappa meira en texta. Þannig við getum ekki opnað og skoða þetta hérna. Við getum opnað fonts á Windows eða fontbook á Mac og lótað inn og skoða hérna hvaða leturgerði við erum með. Ef við viljum skoða hvaða leturgerði við höfum. Það er ekkert sjálfgefið að allar tölvur séu með nákvæmlega sömu leturgerðirnar. Við ætlum síðan að fara hérna og byrjum bara á því að sækja Matemasi leturgerðina og þá segjum við hérna font family Matemasi source url fonts skástrik Matemasi regular format WOF2. Okay. Vistum þetta. Þannig að núna er ég búinn að vísa CSS-inu mínu á að þegar CSS er sótt þá sér vafrinn hérna, já, ég þarf að sækja þessa útgáfu á þessari leturgerð og alltaf þegar það er vísað í heitið Matemasi þá mun ég nota þá leturgerð sem ég sæki úr þessari hérna skrá. Þá ætlum ég að fara hérna. Hérna átti að vera font family og ég ætla að segja Matemasi og veist það, ef ég man allt rétt þá fáum við inn rétta leturgerð. Þannig að þetta er tvíþætt. Þetta er þríþætt. Fyrst er að sækja leturgerðina, setja hann á réttan stað, síðan er að skilgreina @fontface regluna og síðan er að skilgreina font familyð á þau element sem við að taka við í. Spurning? Sjá, ég ætla að kveikja núna á wrapping, þannig að núna er þetta hérna, þetta er sama línan hérna. WOF2 er bara formatið á leturgerðinni. Þetta er true type font sem er hérna þetta, en binary formatið sem þetta notar heitir WOF2. Sem gefur til kynna að það var einhvern veginn til eitthvað sem heit WOF1. Og það er til eitthvað annað eins og true type og eitthvað svona. Þannig að hérna er þetta að fara og sjá bara, hér er skilgreiningin á því hvað WOF2 formatið þýðir. Þannig að þannig er þetta bara að fara á mjög mikið á dýptina í þessu. Og svo er náttúrulega annað að búa til sín eigin stafrænu leturgerðir sem er alveg bara big business af því að leturgerðir sem er ekki ókeypis á Google Fonts kosta ógeðslega mikið pening. Ok, þannig að við erum komið þetta. En þetta sem ég sagði áðan hana, hvað ef við náum ekki leturgerðina? Hvað gerist þá? Það lótar textin ekki nema sér með eitthvað annað í kóði. Já, ok.
CSS er aðeins snjallan en það. Þannig að hérna er þetta bara einhver óskilgreind leturgerð og þá dettur hún bara í þessa default leturgerð sem er Times New Roman. Sem er kannski ekki endilega það sem við viljum. Við viljum vera aðeins meira skemmtileg. Þannig við ætlum að hafa hérna Comic Sans MS sé fallbacki okkar. Þá sjáum við, nú er þetta, það náðist ekki í þessa leturgerð. En ef það næst í hana, þá er hún notuð. Ef það næst ekki í hana, Comic Sans. Og svo getum við sagt hérna, ok, eða cursive. Cursive er þá almennt heiti yfir einhverja leturgerð á tölvu þess sem opnar vefinn okkar sem er eins og hún sé handskrifuð. Sem eru það sem við myndum segja sé svona seinasta fallbacki okkar. Þannig að þá fáum við eitthvað svona. Þannig að þarna erum við búin að segja, ok, ef þetta klikkar, þá þetta, ef það klikkar, þá þetta. Þannig að við erum búin að búa okkur til einhverju svona fallback strategy. En höfum þetta svona. Og svo ætlum við að bæta við Open Sans. Open Sans. Svona. Ok, vist að það, ekki gerðist. Hérna ætlum við að setja Font Family Open Sans. Hvað er gott? Helvetica. Helvetica fyrst, síðan Arial, síðan Sans, Sans Serif. Serif er skrauttáknið á stöfunum, Sans þýðir án skrauttáknið á stöfunum. Ok, og nú sjáum við aftur að við fáum Open Sans hérna. En það er eitt sem er vitlaust hérna. Þessi hérna feitleturinn á Open Sans er fake. Þetta er svona faux bold. Út af því, þó svo við sem við nota variable font, þá þurfum við að segja font weight bold. Þá fáum við rétta feitleturinn. Það er svona, ég sé það ekki nógu vel hérna, hvort það er. Og hugsalega er ég að gera þetta vitlaust? Veit það ekki. Það þarf alltaf að passa upp á þetta því að þið gætu ekki séð það, já þetta lítur út fyrir að vera feitletrað. Svo kemur hönnuður og segir, hvað er þetta? Þetta er ekki rétt leturgerð. Lentið því oftar en einu sinni, 2, 3, 4 sinni. Þegar maður setja í Mathematics, Mhm. við erum búin til fontleysið og við setjum það inn í Legend. En af hverju að plæja það þá bara við header-texta? Við setjum það á sem sagt alla fyrirsagnir og við erum að segja, ég er að skilgreina þessu svo að legend, sem er það sem ég notaði hér, það er bilað hérna út af því að Þetta er H1, H2, H3, Já. Legend. já, og það er einmitt sérrétturnar getum við blanda saman með því að setja kommu og þá er það bara eins og að setja þetta aftur og aftur og aftur. Já, ég var bara ekki með síðurnar hérna úr ég minni á, ég ætla að halda áfram til korter í, þannig að ég korter í viðbót og svo þurf ég að fara, þannig að ef þið viljið taka pásu þá bara standa upp. Þannig að ef við tökum þessa síðu hér og hendum henni inn hingað. Þá og ok. Svona. Þvílík fegurð. Hérna er þess legend að taka þessa fallegu leturgerð. Þá er sama hérna eftir að setja, þú veist, class, sr, only, boom, það dettur út. Hérna eftir að setja wrapperinn utanum, div, class, svona, og alveg niður, hingað,
format, lítur þetta vel út. Þá sjáum við hérna, ef við zoomum þetta rétt, að hérna er þetta, þú veist, komið rétt. Þannig að við segja, þú veist, þetta er þetta, ég byrja á efst, fer svo hérna niður, meginmáli læti liggja milli hluta, klára fótinn. Nú er ég bara eftir að laga og gera efnið inn á, þú veist, inn á hverju síðu fyrir sig. Þannig að seinustu mínúturnar, eitthvað sérstætt sem ég viljið að ég kíkja á. Hvernig getur síðan flekkirnir í navigationinu er ekki fljóðbúnar? Þessi hérna. Já, er hægt að gera það þannig að þeir verði ekki búin að vissum þannig flekk? Já. Þannig að þegar ég er búinn að heimsækja hann, þá er hann einhvern ákveðni lit sem er yfirleitt blátt. Þegar ég er búinn að sjá hann, þá er hann fjólblár og við viljum í raun stýra því bara alveg sjálf. Það er vissulega hægt og ég einmitt er með eina reglu inn í þessu hérna sem að kemur í veg fyrir að það gerist. Hún er hérna að þá segir color inherit sem yfirskrifa þetta og lætur litinn á linkunum vera svo sami á textin sem að það er inn í. Ef ég tek þetta út, þá verður þetta blátt og fjólublátt. Ég get líka sagt bara hérna color pink, aftur ekki gott af því að þetta er allt bleikt hérna. Þá verður þetta bara grænt, bæði fyrir visited og unvisited. Ef ég myndi síðan vilja segja hérna að heimsóttir linkar séu brown, að þá get ég stýrt því með þessum pseudo-selektorum. Þeir eru ekki að velja element per se, þeir eru að velja element sem er A-elementið, en þeir eru að velja stöðu á því. Þannig að þetta getur til dæmis líka verið focused eða hovered. Ég get haft hérna hover, color, black og þá get ég gert svona. Það er líka þetta hexkóða þegar Jú, ég er bara að gera það því að þú veist, ég get sagt eitthvað gæti varðið samt hexkóða á bakgrunni. vissulega. Þá maður, já. Myndist þetta ekki gera? Nei, akkurat. Þessi hérna til dæmis strax, þú veist bara, þetta er ekki nógu mikill kontrast hérna á milli. Þessi fellur á svona kontrastprófi. Myndi ég telja mjög líklegt. Svo getum við líka sett RGB-gildi. Það sem ég get sagt bara 100, eða 100, 255. Sem er það sama og við erum að gera í raun og með hex. Þú veist, við erum bara að mappa rauðan, grænan og bláan. En svo eru komin nýja litir. Við hefum kannski heyrt af skjám sem geta farið alveg bara sagt eitthvað, hei, þessi skjáir eru með bara billjón liti, þeir eru með, þú veist, 100.000 fleiri liti en aðrir skjár. Og til þess að geta skilgreint alla þessa skjái, þá þarf við stærra color space. Við þurfum bara fleiri gildi til þess að geta teiknað þessa liti. Og það er til dæmis HSL, sem stendur fyrir Hue, Saturation og Lightness. Og það er leið, það er líka það er í sRGB color space-inu. Við erum með RGB fyrir RGB color space-ið og svo erum við með RGBS sem er stækkað color space og svo eru svo ertu með Adobe RGB color space og þá ertu komin inn í litafræði og hvernig auga túlka liti og þetta er allt saman mjög áhugavert og auðvelt að tapa sér í að gera eitthvað svona. Þetta er til dæmis svona ef þið hafi verið að vinna í ljósmyndun, þá held ég að þetta ekki annað af þeim sem að RAW-myndir eru kóðar litirnir í, er Adobe og hittir eitthvað annað. Ok. Eitthvað fleira? Sko, þá myndi ég, ef ég væri þið núna og ég væri bara núna ætla að byrja á þessu, þá ætla ég að committa þessu, þannig að þegar þið komið heim, þá bara gerið það núna áður en ég hætti. Þá getur þið farið hérna inn á þetta og ég er búinn að vera að setja þetta alltaf linka hérna undir vikublöðin. Það er hérna fyrirlestradæmi og þá er þetta hérna fyrirlestur 3, verkefni 03. Og hérna getið þið farið og séð nákvæmlega allt. Ef þið voruð ekki að ná að slá þetta niður á sama tíma og ég,
Þannig að ég ætla að gera hérna git add.git commit message eftir fyrirlestur 4 git push. Þá fá ég hérna eftir fyrirlestur 4. Ég get farið hér og ég get skrollað hérna niður og séð þessa snilld sem eru visited og hover litirnir okkar og þið getið unnið út frá þessu. Þið getið copy-pasta þetta og svo aftur dæmatímar á morgun, hinn og fimmtudaginn. Þó svo þessi ekki byrjuð. Nýtið ykkur á, mætið. Ég er að segja þetta af ástæðu af því að það eru 2 dæmatímar sem hafa verið góð mæting í. Svona 20-30 manns verið að mæti í og svo eru 2 aðrir sem eru að hafa mætt 2 til 5 í. Þið getur kannski dæmatímar á fimmtudaginn. Er hann í einhverju, er hann að skarast á einhvern annan tíma hjá okkur? Crickets. Dæmatímar á fimmtudögum. Ok. Það er sorglegt. En dæmatíminn sem er seinni dæmatíminn á miðvikudögum, það er líka bara mæta 2 til 3 nemendur alltaf. Það er bara þeim sent í daginn og þau vilja bara fara heim. Ok. Aftur bara, ef þið byrjað þessu verkefni á 15. morguninn og ætla að reyna að ná góðri einhver fyrir það, þá mun það ekki ganga vel, nema þið hafi einhverja reynslu á CSS. Byrjið núna og nýtið dæmatímana. En annars ætla ég ekkert að hafa þetta lengri í dag og bara